Góðan dag, kæru vinir. Við erum komið hér með greiðurnar okkar og gleraugun og allt saman. Og hér er tímakveikjan okkar, tímastillirinn. Hann er mikilvægur. Við erum svo góðu að við viljum að svona hlutirnir séu ekki nógu lengi í gangi einum. Þess vegna þurfum við að vera með þetta svona inn á tímarama. Ég er sjálfur inn á því. Ég er ekkert öðru eins og þú og aðrir að þeir hann að fara að horfa á klukkuna sína. Það er allir hættir að reynda að vera með klukku og fara nú að hugsa svona með sjálfum sem þetta nú ekki að vera búið. Þetta ekki að vera bara ágætt. Við lifum svo vel, Íslendingar, að við eigum allt. Það við átt á okkur á því. Við megum ekki gleyma okkur. Hér er vopnið okkar og það kveiknar í öðrum smelli að þetta er nú eitthvað fyrirbúðum gott. Og annað þannig var að smella minnst 4 sinnum. En 10 sinnum núna maður. Það verður þá 5 sinnum næst. Já, við erum sérst komin hér og gleymdum okkur aðeins og það er lagi. Guð fyrirgefur það. Veistu af hverju hann fyrirgefur það? Það þekki hjarta þessa manns og veit að þarna slær hjarta sem elskar lifandi Guð og það er nú bara orðin tær og sönnu. Því að ég elska lifandi Guð. Og það er gott. Þá er maður á réttum stað og líka þá er maður á leiðinni eitthvað. Þú getur sagt, hei, ég er á leiðinni þangað. Hvað er þú? Ert þú á leiðinni eitthvað? Ég veit það ekki en ég bið það þín vegna svo sé ég á. Við þurfum auðvitað að vera á leið eitthvað. Lífið er til þess að leiða okkur eitthvað. En erum við að leyfa lífinu að leiða okkur á góða staði þar sem lífið virkilega elskar að vera og lifa og búa? Ég veit það ekki. Að ég veit ekki þanga fólks. Ég veit þanga minn að svona einhverju leyti, stundu veit ég hann ekki sjálfur og hvað þá heldur þú? Og þannig erum við menn. Og að því að svo er í stakkin búið, þá reynir maður að vera með sjálfan sig þar sem viskan er sem hann skortir svo oft. Og hvar er hún? Hún er í orði Guðs. Á heima þar, hefur alltaf búið þar og vill að gangi út gegnum munn mannesku. Þannig eru skiptin hjá drottni. Gegnum munnu mannesku merkir það að það er til annað afl en bara það sem við sjáum. Gegnum munn mannesku í visku þeirri sem að trúaðir tala er vegna þess að þeir hafa aðgang að annars konar visku en við höfum og meðan við enn erum í syndum okkar. Við höfum visku og vitum fjölmargt. En svo er nú með það að ekkert af því dæmi leiður okkur inn í ríki Guðs því að leiðin þangað er bara ein. Og veistu hvað vegurinn heitir? Hann heitir Jesús Kristur. Hann er einn. Hann er eini vegurinn. En við vitum svo margt svo margt. Við þekkjum svo margt af því af eftirgrennslun okkar. Við þekkjum til að mynda fiskistofnarnir kringum Ísland talsvert mikið betur í dag árið 2023 heldur segjum aldamótin 1900, já, á þeim tíma. Viskan hefur vaxið. Og þessi þekking hefur auðvitað orðið blessun, engin velkisti vafa það, en hún hefur ekki þann kraft í sér
að leiða þig inn í ríki Guðs á sínu tíma. Og hvað gerist þá? Fyrir mig, einstakling, til einskis var þó barist. Allt streðið, allt erfiðið, allar áhyggjurnar urðu að lokum til einskis. Og það er ekki góð býtti fyrir manneskju, að enda ævi sína með þeim hætti. Að segja þá við sjálfan sig, þetta var allt saman hégómi. Þess vegna tökum við boðskap sem að segja við okkur þetta er meira en þetta og gerum okkar, en samt er það þannig að enginn af okkur ræður neinu það hvað honum hlotnast. Þetta er allt gjöf. Af hverju gaf Guð mér heilagan anda? Spurðu hann, ég veit það ekki. En hann gaf mér hann. Og þess vegna tala ég með þeirri þekkingu sem ég ger, já, þekkingu. Er það hægt? Þekkingin sem ég þarf er hér. Hún fræði mig ekki mikið fiskistofnana. Hún fræði mig ekki mikið stofnstærð loðnum, stofnstærð ýsu, stofnstærð þoss og allt þetta. Fræði mig reyndar ekkert það. Það er gott að vita af þessu vegna þess að græðgi mannsins er svo mikil að í raun og veru er hann stjórnlaus þegar kemur að þessum málum. Og hann segir, já, hafi ótaminni að taka eins mikið úr því og hægt er. Og hver vill? Og þetta gerðum við í áratugi. Þangað til við sáum að þessi skoðun okkar var nú eiginlega ekki rétt. En mikið var gaman þá, segir kannski einhver. Þetta er speki mannsins. Þetta er blinda mannsins. Og vanþekking mannsins, öllu heldur. Hún er enn við sama heikasorn, því enn skortur okkur vitunduna lifandi Guð svo mörgum. Og enn reisum við honum og visku hann skorður, eins oft og margar og við teljum þurfa. Nei, hann kemur ekki hingað. Nei, hann kemur ekki þangað. Út með hann hér. Og hann hverfur út. Og kemur til þeirra sem að elska hann í hjarta sínu og hann blessar þá blessuninni meira. Þeir þekkja hann þekkir þá og þeir fara og segja frá honum. Hvað sem tautar og raular. Jó, þeir geta vel verið áhugasamir stærð fiskistofna og það er af augljósum ástæðum. Þeir eru menn, bara eins og hverjir aðrir menn, og afkoma þeirra er ekkert ómikilvægari en öllu öðru fólki. Og þeir vita af því. Og hvað gera það meira? Þeir biðja inn í þetta mál í Jesú nafni til að menn hafi skikk á þessum málum og kannski er það bænin að þakka í grunninn að það var loks farið út í það að rannsaka þessi mál, komast að því hvað mikill fiskur væri í sjónum í kringum landið og gera breytingar á kerfinu þannig að menn gengi ekki of hastarlega fram. Og þetta var niðurstaðan og þetta var hinn almenna og heimslega mynd sem við erum með í dag. Allavega á vesturhveli jarðar, ég veit svo sem ekki hvernig þetta er allstaðar, en á vesturhveli jarðar, Bandaríkjunum, Ísland og Evrópu og þessum löndum, þar er þetta allt með reglu þannig séð og það er fylgst með því og það er ástæða fyrir því að það er fylgst með því. Við gengum svo hart fram í þessari fæðukeðju okkar að við vorum búin að hreinsa upp til að mynda síldina. Og þannig var nú staðan af græðgi. Það býr eitthvað í manninum sem er ekki mjög viskulegt alltaf. Og það er eðlilegt
skoða með það til hliðsjónar að það er synd. Og hvað er synd? Eyðandi afl, drepandi afl og uppetandi afl og til þess að vera þetta. Og menn fara í þessu ástandi að veiða, mókveiði, og þeir koma með bátana lestar fulla kannski á hverjum degi þegar best er. Og það er hvergi undan og þeir halda áfram að veiða og koma fiskinu fyrir hvar sem er, út á túnum, niður í fjörum og grjótum og hvar sem er til geymslu, en segja, þetta er náttúrulega alveg svakalegt að þurfa að gera þetta. En við höfum enga aðra leið, því við verðum með þetta að taka fiskinn, hann er þarna, svo vitum við að hann er farinn. Við verðum að ná eins miklu af honum og við getum. Matvæli náttúrulega eru ekki fyrsta flokks, sem að þannig eru geymd, kannski í nokkra daga, ekki kannski skemmd eða ónýtt, en nema kannski einhver hluti af þeim, en engin þannig sé gæða vara. En svo fórum menn að rannsaka þessi mál og pæla og spekulera. Og ég segi og spyr, gæti það hafa verið í grunninn að því að það voru svo margir kristnir menn að biðja? Hafið þið velt þessu fyrir ykkur? Ég held að það sé í grunninn ástæðan. Af hverju? Guð er góður. Hann heyrir bænir sinna manna. Þannig að þeir stjórna meiru, minn kæri, en okkur grunar oft á tíðum. Þeir stjórna ekki sjálfur, þeir stjórna með því að tala við hann sem er allt sem þarf að vera. Veit, en býður eftir því að eitthvað berist frá mér, þessu trúar hjarta, sem að ýtir við Guði að koma inn í þessi mál vegna þess að þau sé ekki lengur í lagi. Það er eina sem ég geri. Drottinn er stór. Hann fær snertið þessum. Hann fær snertið þessum. Og allt í einu siglir skip úr höfn, sem við kallum rannsóknarskip. Og það eru fært fólk, vísindafólk, alls konar fólk sem kann til verka með alls konar sem þarf að skoða og skilgreina og setja fram í einhverju formi, og það er gert. Og svo koma tölur. Þú mátt veiða svo mikið, þetta mikið úr þessu stofni, loðnustofninum, þetta mikið úr ýsustofninum, þetta mikið úr þorskstofninum, karfastofninum og því öllu, og ekki meira. Ekki meira. Hvað er nú meira? Eru við konur í eitthvað austantjald ríki hér? Nei. Skynsemin er að tala, viskan er að tala, og að því við erum líka visku fólk, að þá smá saman þá samþykjum við þetta. Við segjum sannleikann til að mynda annað er ekki að ræða en að hafa þetta svona. Annars munum við klára þetta allt saman. Við munum grafa okkar eigin gröf með okkar eigin verkværum til þess að leggja okkur í sjálf, og það er ekki viskulegt. Bænin, minn kæri. Bænin, bænina lesum við hérna, hvernig á að biðja lesum við hérna, og trúi segir okkur hvernig við skulum biðja, til að mynda það að einhverjir vakna upp og byrja að rannsaka, komast að niðurstöðum sem er öllum í hag. Okkur, af því þetta er ekki búið enn. Og Drottinn mun halda lífinu hér á jörðinu eins lengi og hann vill, en það kemur nýr himinn og ný jörð. Það er allt saman á tíma Drottins. Þangað til mun hann sjá til þess að uppskeru og sáningu linni ekki. Þetta segir orðið sjálft. En trúið orðinu. Ég trúi orðinu eins og nýju netti og hef alltaf gert alveg frá því að ég áttaði mig á að þetta orð var nú eitthvað aðeins meira en ég held.
Þetta orð var ekki bara til að horfa á og stúdera eða stúdera, horfa á. Það var til að nota það, það var til að lesa það, það var til að fræðast að því og það hefur maður gert og all mín systkini með mér. Við erum öll að nema upp úr sömu bók. Hún heitir Biblía, orð Guðs. Og það er einn besta bók sem ég allavega hef nokkuð tíma að lesið og bakka ekkert með það. Og strangt til tekið, svona ykkur að segja, er hún eina bókin sem ég orðið les og hef ekki lesið, held ég bara nokkra aðra bók, já, ekki klárað allavega, byrjað á einhverju, bara hvað lengi, 20 ár. Þetta er náttúrulega belur, ég veit það. Ég má lifa mínu lífi nákvæmlega eins og ég vil, alveg svo þú. Og ég valdi þetta, að gera þetta svona, og ég er mikill Bítla aðdáandi, þú manst þetta í Bítlunum, og keypti Bítla bók, mjög góð, ég segi það nú reyndar í hverskiti. Hún er mjög þykk, hún er svona upp undir það að vera þetta þykk, en reyndar ekki með eins mörgum blaðsum og hér er, en svona hún er upp undir þetta. Og ég játa mig segan þar. Ég keypti hana þegar hún var gefin út, spennandi mjög, þegar hann kom með hana til mín að hlaupandi, hún var send til mín. Og ég las, svo kom blaðsíða 100 og þar situr allt enn. Ég hef ekki lesið lítið í hana ég las bara frá þinn tíma. Ég las þarna, og mér fannst nú góð eins og ég segi alltaf, þá er þú þarf að vera að bakka neitt með það. En síðan hef ég ekki komið strönd. Og einhver að segja minni kæru vinir, gefi mér aldrei tíma í það. Ég er alveg svo þú, ég gef mér ekki tímanum í sund. En það geti sagt mér til hóls, og ég veit þú tekur undir það sem kristinn maður, að þessi hérna, hún hefur alltaf einhvern veginn fengið mig til þess að gefa mér nú tíma, Konráð og Rúnar. Og við erum konið með hana í höndina og við erum í Gamla testamentinu núna, eins og við segjum í alltaf líka, við segjum svo alltaf sama hér. Að þá bara fletti upp, svo opnaði hana svona. Það var áðan í Sakaría, nú er það Jeremía, svo lokaði hana aftur og opnaði hana aftur. Jæja, síðari Samúelsbók. Þetta er allt staðir sem þú getur eiginlega gripið niður í hvenær sem þú vilt og hvar sem er og þú munt alltaf hljóta af einhvern lærdóm, einhvern gagn vegna þess að þetta er jú Biblían. Hún er alveg sérstök. Hún er gefin út af Guði, skrifuð á honum, eða fyrir hans orð eru öll þessi orð til. Takk eftir því. En það eru menn sem að koma að máli. Og þú sem skilur málið veist að það gerir engin svona lagað nema vera í anda Guðs. Og það er alveg sérstök viska þegar andi Guðs er annars vegar. Þannig er orð Guðs til og þannig verður ræðan til og fræðslan í Jesú nafni. Hún verður til svona. Gegnum anda Guðs. Þannig er orðið líka. Nú erum við komin í heil harmljóð og þau eru ekki mörg, þau eru ekki 5 að ekki. Voru ekki einhvern tíma búnir að komast að því. En við kannski lesum eitthvað, flettum ekki bara, það er nú eitt. Það getur rosalega gaman að fletta í svona bókum, veitir. Sem eru rosalega færir í þessu og kertin verða alveg snaldu vitlaus hérna, svo þið. Hver ræður hér? Konráð Rúnar. Að feikja svona kertunum til aðeins að stríða. Það er bannað að stríða, þú veist það. En það er orð Guðs.
sálmarnir. Ég elska sálmana. Vitið það að Guð gaf mér, Drottinn Jesú gaf mér strax elsku til orðsins. Og vá, hvað ég elska það, maður. Ég segi í dag, get ekki lifað án þess. En einu sinni, sletta orð. Hvað gagnir að því? Það lifir engin orðinu sama að gera þetta að éta þessa bók. Maður fær bara ís og hendir í pott og síður og étur hana. En þá vissi ég ekki það sem ég veit í dag. Þessi bók er fæða trúarinnar, fæða andamins. Rétt eins og magi minn fallegi, þá þarf trúi mín ennþá fallegri sína fæðu og þá er eitt í boði orð Guðs. Takk eftir því eitt í boði, orð Guðs. Það getur nú kannski aðhelt eitthvað annað, ef þú vilt, þá máttu það. En það er bara eitt í boði ef þú vilt næra andaðinn og það er orð Guðs. Er þetta hart talað, ósanngjarnt? Ekki að mínu álitinu. Þetta er bara það sem er. Og það sem er ættu við að vilja heyra frekar en það sem ekki er og við eiginlega botnum ekki í. Akkur við erum að gera þetta eða hitt. Í orði Guðs veistu nákvæmlega hver staðin er. Því að það er andi Guðs, trúin í þér, sem etur þér orði Guðs og ekkert nema það. Er þetta flókið? Ég veit ekkert hvað þér finnst flókið. Nei, þetta er ekki flókið. Þetta er það sem er. Og þetta er mitt val og þú tekur það aldeilis ekki frá mig. Því get ég lofað þér. Ekki svo að skilja að þú hafi neitt verið að reyna það. En þú gætir það heldur ekki þú vildir það. Þannig það væri ein mesta tímaeyðsla hjá þér sem þú gætir ímyndað þér. En nú ætlum við að lesa. Nú vorum við í Sakaría, vorum við ekki þar áðan. Við fórum smá yfirferð Gamla testamentið og ég held ég að byrja á Sakaría, það kannski byrja á ykkur öðru. 10. kafli og yfirskriftin er heimförin. Biðji Drottinn regn þegar regntíð seinkar. Þegar regntíð seinkar. Hvað er þetta að knýja á í bæn? Okkur finnst hlutirnir ekki ganga alveg eins og þeir ættu að ganga. Og hvað segir Drottinn? Biðji Drottinn regn þegar regntíð seinkar. Þetta er góður boðskapur, finnst ykkur það ekki? Drottinn sem eldingatar sendir regn og skúrir, hann gefur mönnum brauð og gróður jarðar. Hann gefur þetta. Ég reynda sá því, en hann gefur uppskeruna. Fekk ég góða uppskeru, fekk ég kannski miðlungsuppskeru og jafnvel lélega uppskeru. Kannski. En það sem kom er frá honum, ekki frá mér sjálfum. Eina sem ég gerði var að gera undirbúningsvinnuna, sá í, eftir að hafa sett í ábörð, það var mitt verk og ég gerði það, ok, svo bara verði ég að sjá til hver útkoman er. Orð húsguðana voru ómerk og spásagnamennirnir sá tálsýnir. Sör draumamannana voru blekking og huggun þeirra hégómi. Á hvað erum við að hlusta? Hver er ráðgjafinn okkar? Hvar leitum við huggunar? Við vorum að tala að sumir leita á aðra slóðir en til lifandi Guðs. Já. Svör draumamannanna voru blekking og huggun þeirra hégómi. Vegna þess hafa þeir vilst af leið eins og hjörð og eru í nauðum því að engin er hirðingin. Hirðirinn, yfir ekki þau. Engin er hirðirinn.
Það er engin til að leiða. Og það veit ég, og þú líklega með mér, að það sem að engin leiðir, að þar sitja bara og standa verklausir menn. Bara þetta gerist bara til að mynda á vinnustaðnum. Þú mættir stundvíslega klukkan 8 í morgun, en vegstjórinn svaf yfir sig. Og þú kemur á vinnustaðinn, vertu vanur því að vegstjórinn, blessaður, gefi skipanir, setji menn í stöður, sum staðar það þannig að menn á hverjum degi er úthlutað, ekki þeir eru ekki alveg vissir hvert þeir fara, en vegstjórinn, hann svaf yfir sig allgreið. Hann hefur verið að horfa á einhverja góða mynd og ekki vilja missa því og sofnaði því seint, segjum það. Og þú situr, eða stendur, farið kaffi og svo aftur kaffi og þú bíður. Hirðirinn, leiðtoginn, er vanur því að setja þig fyrir. Og þú bíður bara eftir því að hann komi til að setja þig fyrir. Er það ekki þannig? Það þarf allstaðar einhver að leiða. Allstaðar og alltaf. Hvar sem er, þarf einhver að leiða. Svo heimili sem enginn leiðir. Það heimili er allt meira og minna í upplausn. Eins og allstaðar annars staðar þar sem enginn leiðir. Svona er þetta og þú veist að þetta er svona. Þannig að það er ekki verið að tala neina staðlausu hér, frekar en áður. En þetta er ekki það sem við viljum. Við viljum þjóna lifandi Guði og vita hver hann er og við vitum hver hann er að því við erum að gera það sem segir allt hann, það sem okkur nægir að vita og þá erum við komin aftur í orð Guðs. Næringuna sem að andi Guðs þarf til þess að verða fallegur og frískur, fallegri og frískari. Fá hann ekkert úr þessu í hjarta sitt, það sem hann er í mínu hjarta, þá held ég hann bara svona lippist smátt og smátt niður og það hefur oft gerst hjá mönnum og konum og kannski hefur þetta gerst hjá okkur öllum með einum og öðrum hætti og ég segi því miður. Af hverju? Af því að stundum erum við að þráast við trún okkar. Þráast við. En það ætti enginn maður að gera. En við vitum að það er svo ótal margt sem við gerum sem við ættum bara aldrei að gera. Veist ekki? Jú, þannig er það. Þetta er með þeim hætti. Þess vegna eru við borð, altari drottins, að við viljum að sumt degi hjá okkur. Að drottin deyði það, fjarlægi það. Og þegar að drottin fjarlægir einhvað er næsta víst, hann setur þar eitthvað í staðinn. Af hverju? Hann vill ekki neitt tómarum. Hann vill ekki neitt tómarum því að í þetta tómarum kemur einhvað. Og hann vill vera fyrri til að setja eitthvað frá sér þangað. Og þá fyllist rýmið ykkur guðlegu. Við höfum mynd af þessu. Mynd sem við fáum og þekkjum vegna þess að við erum að lesa. Við erum að lesa orð Guðs. Og það segir frá þessu. En ég reiknar ekki með að ég finni það. Það sem við erum að tala hér sem þú líklega ert farin átt á því er þegar drottin talaði illu andanir sem fór út af manni. Og húsið var sópað og prýtt, sem að draslið eftir þá því var öllu varpað út. Drottin segir líka að það nægir ekki.
Því andinn sem fór, veit alveg hvernig þetta kemur, horfur á gluggan, hei, það er ekkert inni maður. Nú ætla ég að stakka á hann. Og hann fer alveg svoleiðis í einu spretti, hraðar hefur hann aldrei hlaupið áður, og hlaupið þó rætt og mikið, og kemur tilbaka með sjö anda sér verri, og var þessi nú slæmur. Þannig að við getum rétt ímyndað okkur hlutskipti mann greisins eða konu greisins sem að fyrir varð. Að hverju þetta mynd? Orðið Guðs. Og hlattuði fljótt upp á því. Og þá kemur hann og kíkir. Já, Róseit, við komumstum ekki fyrir hér. Og hvort viltu? Ef þú veist hvað máli snýst, þá viltu orð Guðs í þig. Og það er það sem við erum að hvetja til hér, orð Guðs í hjarta. Og við erum að benda á staðinn þar sem þetta allt saman Biblían. Það ekki? Biblían bókin, ekki bítlarnir. Þeir eru flottir. Ég elska bítlana. Þeir eru ekki guðir. Og nú ertu yfir þig spældur. Kannski. Nei, þú ert stór strákur eða stór stelpa. Og veist að þetta bara satt. Við erum núna í Lúkasar Guðspjalli. Við hefum ekki að lesa eitthvað úr því. Já. 4. kafli. Í Nasaret yfirskrift. En Jesús sneri aftur til Galilíu, fylltur krafti andans og fóru fregnir af honum allt nágrennið. Fylltur krafti andans. Hann við fyllaði þig sama krafti, sama andan. Og undur og stórmerki fara að gerast fyrir þínar hendur, já þínar. Hann ekki líta smáum augum á þig. Og því síður smáum augum á þína trú. Það er ekkert að trú sem ég á maður. Eða við þennan, eða þennan maður. En ég á bara pingu litla trú. Voðalega litla. Hún ekki til neins skaks. Kjaftaði. Svona gætu menn tala sér til. Því stundum talmanna ekkert nema hér komi. Það er ekki annars rétt. Það voru byrjað að lesa eitthvað, ég er svo gleymin. En það er allt í lagi, ég er á Hafnarfirði. Við erum í 4. versi. 14. kafli, 14. vers. En Jesús sneri aftur til Galilíu, fylltur krafti andans og fóru fregnir af honum allt nágrennið. Hann kenndi í samkundum þeirra og lofuðu hann allir. Menn tóku, þetta er ekki smá ræðugall maður. Jesús kom til Nasaret þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa, var hún fengin bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókinni og fann staðinn þar sem ritað merkilegt. Andið drottins yfir mér að því hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap. Boða bandingjum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngera náðarorð drottins. Flytja fátækum gleðilegan boðskap, hvað hann að tala. Alla menn sem eiga ekki Jesús, þeir eru í raun fátækir. Hvert eru þeir að fara? Þeir eru ekki að fara neitt. Og hvað tekur við ekki nokkur skapaður hlutur? En drottin breytir því öllu. Þess vegna boðum við hann og þreytustum ekki við að boða hann. Erum við til í það? Já, þú sér allavega að ég til í það og ég hef verið að gera það í all mörg ár.
Og ég held ég gera það svo lengi síðan. Þannig að þetta ekki alveg búið enn. Það gaman að þjóna Guði. Það ekki leiðilegt að þjóna Guði. Það ekki tóm höft og bindingar. Það frelsi í Guði. Ef að heimurinn talar Guð, þá hann í raun að tala þessar bindingar. Maður má ekki gera neitt. Hver segir það? Hvaðan hefurðu þetta? Þú megir ekki gera neitt. Ekki úr orði Guðs. Hvaðan annars staðar en í kringu þig? Að þeim sem þú ert að tala við og þessi mál sem þekki ekki Jesú. Þeir að tala af vanþekkingu sinni sem þeir vita ekkert En geta frætt sig, en ger ekki, nema í krafti þess anda sem býr í hjarta þeirra. Heilugum anda. Þannig að jafnvel það að fræða sig upp úr orði Guðs og vilja ekkert annað en verk Guðs. Já, hér og nú sem etið fram í þetta mál. Sjáu þið að þetta allt saman komið frá Jesú, ekki mér, sem á milli. Ég held ég nenni þess ekki í dag. En samt ég. Að því andi Guðs ræður og ríkir. Og ég sáttur við það að ráði og ríkir og vegna þess að hann ítir mér af stað þegar ég bara aldeilis nenni ekki. Þannig hefur þetta verið. Og hvað gerir? Eins og alltaf, verðlaunin eru fögnuður í Jesú nafni. Það eru verðlaunin. Og þau koma alltaf þegar þú hlýðir Guði því að það býr í verkum Guðs að fylla þig fögnuði og gleði. Þetta eitt af því sem maður lærir og kannski það eitt atriðana sem þó drífur mann af stað þegar uppi staðið. Þannig við gerum ekki lítið úr hlýðni okkar eigin hlýðni. Hún hefur sinn tilgang. Til að mynda þennan að þú veist að þegar þú ferð af stað þá kemur líka blessun. Það eru verðlaunin. Þau koma bara af því sem þú ert að gera og það fylgir orðið Guðs þessi verðlaun. Í verkunum, eftir verkin. Þannig við þurfum að þjóna Guði og gera verk Drottins á hverjum degi. Þegar þá líka koma þessi verðlaun sem við sækjumst eftir og þekkjum svo allavega sum mjög vel. Og við vitum að þau klikki ekki. Við vitum að það blessað að þjóna Guði já hér og nú, hvort sem við nennum því eða ekki. Drottinn þarf ekki þannig séð á mér að halda, nema því leyti til að hann bara hefur ákveðið það sjálfur að starfa í gegnum mann, konu, hvert sem fólk. Þannig að þú sérð alltaf og heyrir alltaf rödd manneskju þegar þú heyrir Guðs orð. Talað. Þú náttúrulega lest. Það grunnur alls sinns. Þá ert þú einn með Guði. Og það gefur líka heilmikið. En svo sendir hann þig af stað, af því að hann sér að þú ert að hlaða batterið. Þú tengdir þig. Þegar þú tengir símaðinn, þú ert með snúru og ding. Og hann byrjar að hlaða sig. Og rafbíllinn maður, flotti, æðislegi munurinn. Það gildir sama með hann. Það hefði vist verið að rafvæða Ísland, rafbílavæða Ísland. Kannski maður fóði sér einhvern tímann rafbíl. Ég veit það ekki. Ég held ég hafi engan áhuga, því að mér skilst að maður þurfa alltaf að vera að hlaða þetta rast. Ég held ég kannski, ég ætlum að verði ekki bara neittur til þess. En hvað það? En það leiði mig enginn í orð Guðs, ég gerir algjörlega sjálfurlegur. En það komið tími og þá gerum við svona, kveðjum og segjustu vera hérna aftur að viku liðinni.